Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin. Við erum að hefja róður og ætlum að leyfa Drottinn að vitja okkur og sjá svona hvað hann hefur að segja við okkur í dag, og við reiknum með einhverju fallegu og góðu og mikill uppörvun og hvatningu. Það svona hans stíll og hans eðli. En undir hælinn lagt svona hvað við erum. Það ekki nokkulega að rekna það út, og þetta gott að vita af þessu, þá sér maður að í raun og veru ekki þangað að sækja innan gæsalappa. Ekki það að þetta neitt sé verri en annar þannig séð. En við þiggjum allt frá Drottni, og það best bara að vera með sjálfan sig þar, því að það sem hann hefur, það fyrir mig prívat, og hann gefur að því hann að gera fyrir mig prívat, þá fæ ég það sem svona sérsniðið fyrir mig. Og þannig annars hann eitt og sér hvert okkar, vegna þess að við erum hans sköpun og hann veit hvað ég og þú þurfum. Ég getið mér til ýmislegt og svo kannski þarftu það ekki. Og ég get verið handviss að þú sért hrifin af þessu eða hinu sem þú kannski ert svo ekki þegar uppi staðið. Þetta svona þessi mannlegi veikleiki okkar, hann með þessum hætti. Þannig við sjáum að þetta ekki fær leið. Þetta ekki svo leið sem að við viljum heldur fara, vegna þess að við einfaldlega höfum reynslu af öðru betra. Og þessi reynsla sem við erum að tala hér, hún heitir Jesús, með öðrum orðum, þá höfum við reynslu af Jesú. Hægt að hafa reynslu af Jesú? Ég fullyrði að það sé hægt, já. Og það ósköp einfalt að skýra það. Hann lifir. Þú horfir hér á lifandi manneskju. Ég horfi á Jesú og ég sé lifandi Jesú. Þetta það sem trúin sýnir okkur og kennir okkur. Og fram í þessu erum við að ganga, og í þessu erum við að vaxa og viljum vaxa meira, ekki minna, heldur meira. Og það þýðir ástundun upp á hvern dag með einhverjum hætti. Sumir biðja, já, flestir biðja. Það eru ábyggilega mjög margir sem lesa á hverjum degi. Auðvitað veit maður ekkert þetta, því að ég náttúrulega bara ég og ég veit hvað ég geri. Og af því að ég geri það, af hverju skyldi þá ekki aðrir gera sama? Ég hef lesið daglega alveg síðan ég trúði fyrst. Og ég alveg 100% viss það að þessi staða mín ekkert alveg einstök. Af hverju les ég á hverjum degi? Það ekki þess að þóknast þér, það get ég sagt þér. Það vegna þess að ég þarf á þess að halda sjálfur. Þetta svona mín innri þörf. Og þegar ég hef þessa innri þörf, af hverju skyldi þá ekki fleiri hafa þessa sömu þörf fyrir að lesa orð Guðs og láta það eftir sér. Það sem að Drottinn hefur sett í mig í þessa veru, ég trúi því að allir séu með sömu þrá í raun og veru. En svo kemur inn í það alls konar sem að vill kefja okkur og tefja. Og eitt af því sem vinnur svolítið bug á því þessi merkilegi agi. Aginn stórkostlegt verkfæri, og þeir sem fatta agan hafa nú náð nokkuð langt með sig sjálfan og sína trú. Þannig að við þurfum að ígrunda orðið. Orðið agi í orði Guðs. Það nú alveg einn kafli bara agan. Mér ekki, agan, þannig í Hebreabréfinu, mjög merkilegu kafli.
fyrir trú var sagt, fyrir trú, og þú ert að aga þig undir að gera í trú þetta og hitt. En þú náttúrulega byrjar á því að byggja upp grunninn sem orð Guðs. Þannig við sjáum að við erum að hamra og ítreka sömu orðin aftur og aftur. Og eins og við höfum svo sem oft talað hér að þá er það nauðsynlegt. Vegna þess að við erum bara eins og við erum. Dagurinn er svona, hann var svona í gær, ekkert sérstakur kannski, en hann var svona í gær. Og þetta veldur manni einhverju órói, ég er ekkert einn þetta. Við erum öll á þessum stað. Þess vegna getum að tala inn í kringumstæður og aðstæðan manna og kvenna vegna þess að í grunninn, strangt til tekið, reynum við sama. Þannig að þetta er barátta, trúin er og verður áfram barátta. Og þess vegna hangir maður í Jesú. Fyrir margt löngu er maður hættur þannig séð að maður stólar auðvitað á fólk, en maður er hættur að gera ráð fyrir því fyrir margt löngu að það sinni mann eitthvað. Það mun ekki verða. Það talar að það sé að sinna hinum og þessum, en ég hef ekki þá reynslu af mínum ágætu systkinum og það sé mikið að sinna manni. Og að hvaða leiti þá ætti það að sinna manni, það veit ég ekkert en það er enginn sem býður fram neitt og meira að segja þegar ég kom veikur heim eftir spítalavistina þá var maður nú svolítið aumur, ég verð nú að viðurkenna það og ég átti erfitt með að gera bara þessi einföldustu verk eins og elda og svona og þvottana og þetta. Það var enginn sem bauð sig fram. Nú var náttúrulega þetta mér að kenna, ég baði ekki neina hjálp, en ég þurfti hana. Það get ég viðurkennt. Því að þetta að gera þessi einföldu verk, keyrði maður svo út að maður var bara að leggjast flatur og eftir. Þannig að þetta tók allt sinn tíma. Og ég get alveg sagt þér það viðurkennda núna, að þarna hefði ég þurft hjálp, en auðvitað náttúrulega kemur engin hjálp ef maður leitar ekki eftir henn og maður spyrir býtu við hvert á maður að leita. Ég hafði ekki hugmynd það. En svo buðu sig fram strákar, vinir mínu, ég veit að þeir hefðu gert þetta. En þeir bara því miður kom ekki upp í huga minn. Og svona er maður nú sjálfur og maður er ekki alveg með allt á hreinu. En ég veit að þeir hefðu gert svona aðstofa með eitthvað á meðan, þetta var eitthvað hálfsmánaða kafli. Og svo fór náttúrulega styrkurinn að aukast og þrekið að vaxa og svo í dag er þetta bara eins og þetta var áður, ekki þannig séð, vegna þess að maður kannski nennir því ekki alltaf. En lætur sig hafa það, vegna þess að mann er ekki að ræða. En það er enginn að geti nokkuð hjálpað þér í dag, vinur. Það er ekkert svoleiðis. Það væri kannski það getur vel verið einhverjir búið við þetta, en ég þekki það bara ekki sjálfur sko. Þannig ég get bara eiginlega ekki tjáð mig þetta. Maður er svo sem ekkert að kvarta. Og þannig hefur það nú líka verið í mínu lífi að ef að ég hef beðið hjálp, þá sjaldan sem það þá hefur hún yfirleitt komið. En hvaða hjálp er maður að beðja Það er svo sem ekki verið mikið og ég verð nú líka að vera þakklátur. Og ég er mjög þakklátt manneskja. Að vera þakklátur fyrir það að maður hefur haft heilsu alveg frá bara alla sína ævi. Þó maður hafi dottið út þarna í einhvern mánuð og það er þá í fyrsta skiptið sem að ég hef ekki fulla heilsu síðan ég bara fæddist. Maður hefur auðvitað tekið frensuna svo allir gera en veikur, nei, það hefur ekki verið hjá mér, þannig að maður hefur alltaf getað sinnt öllu bara með fullri reisn og það finnst mér vera mikil forréttindi. Og ég hef fyrirheiti frá Drottni eitt og annað til að mynda það og það finnst mér merkilegt og ég trúi því að afl mitt mun ekki réna fyrir en dagar mínir eru taldir.
og ég fekk þetta á sínu tíma, mörg ár síðan, ég held ég að vera á Norðfirði þegar ég fekk þetta. Og það var fyrir 2000 sem ég var þar. Þá benti hann mér á Móse. Móse var 120 ára þegar hann lést og bara rétt áður hann dó, 120 ára gamall, þá gekk hann upp á fjall. En mér skilst þetta án ekki verið neinn rosa ganga, en samt fjall. Og kallinn bara óð þetta upp eins og unglingur og þaðan horfði hann á fyrirheitna landið sem honum var bannað að koma til. Drottinn sagði þú ferð ekkert inn í þetta land, en ég mun leyfa þér að sjá það. Og þar gerir hann bara í kærleika sínum. Því hann þóttu auðvitað elskaði Móse og Móse hafði staðið sig vel, en ástæðan fyrir því hann fekk ekki að fara inn í landið, fyrirheitna landið sem Ísraelsmenn fóru svo, þessi þá voru komnir, þetta var náttúrulega bara alveg ný kynslóð komin, og hann hét þeim því að enginn sem hefði farið frá Egyptalandi myndi komast inn í fyrirheitna landið. Og þeir voru alltaf rölandi. Og sem sagt að svo náttúrulega bara fullorðnaðist fólkið og kynslóðin fór að detta út með menn lifa bara ákveði. Og náttúrulega fæddist fólk alveg stöðugt, eins og við vitum hvernig gangurinn á sig er. En Drottinn fylgdist með og sá að þegar þeir voru allir farnir, þessi gamla kynslóð, þá fór hann að undirbúa þá undir sem þá voru að fara inn í fyrirheitna landið. Og það var stór hópur og jafnvel stærri hópur heldur en nokkuð tíman var þeir sem fór frá Egyptalandi, og hann var nokkuð stór. Þannig að þetta var mikið, ég trúi því að þarna hefur verið gríðarlegt fjölmenni, en Móse sem sagt, hann fekk ekki að fara, en hann fekk að sjá fyrirheitna landið svona tilsýndan. Og mér skilst að hann hafi bara hnigið þar niður, blessaði kallinn, og blessuð sé minning hans. Svona Guð, hann bara gerir þetta eins og hann vill. Og þetta allt saman hvatning til mín að við stöndum okkur og munum eftir að gefa Guði dýrðina. Það sem að Móse, blessaði kallinn, klikkaði á, að þeir voru að kvarta eina ferðina í honum, eins og hann væri Guð. Þeir voru að kvarta í honum að nú hefðu þeir ekkert vatn. Klettuð að vatnið á uppsprettan væri orðin eitthvað léleg og gæfi ekki nægt vatn af sér. Það hann tekur staf og lemur klettinn og bara skipar klettinum að gefa af sér það vatn sem þarf, og það gerist. En það sem hann feilaði á var að hann gaf ekki Guði dýrðina af því sem þarna skeiði, því að það náttúrulega getur engin maður lamið klett, og sjálfsagt margir reynt að lemja kletta, en það verður ekkert gerst. Þeir hafa brotið stafinn eða mölvað á sér hendinni eða þeir nota ekkert bara efli. En Drottinn sem sagt vildi hann gæfi sér dýrðina. En Móse sagði, ég gerði þetta. Ég skal gefa ykkur vatn, sagði hann, í fússi, og lamdi með stafnum í klettinn, og það kom vatn, því að Guð er góður. En þarna misti hann af ferðinni yfir til fyrirheitna landsins. Hvað langt er þarna frá þessum tíma til þess tíma sem líðurinn fór yfir, já það klofnaði fljótið og þeir gengu þurru fótum yfir. Það getur hafa verið langur tími, jafnvel 10-20 ára, Guð má vita hvað. Það er erfitt að átta sig á öllum ártölum í Biblíunni, því að það er ekki klukkan þetta á þessum degi þá gerðist þetta, það er ekki svoleiðis, þetta er ekki svona í dagbókaformi. En það er svona eitt af því sem að gerist þegar maður fer að kafa ofan í Biblíuna, er að maður fer að átta sig á öllu svona. Og tími og rúm eða tími, þetta er svona svolítið afstætt hvað Biblíuna varðar. Við vitum að Drottinn líka talar þannig, hann gefur engan tíma, skammur tími, þá mun þetta gera og þitt gerast, og svo bara líða áratugir og það gerist ekki neitt, og jafnvel kynslóðin sem að fékk þetta, segjum það, hún deyr út og þess að neitt hafi gerst. En Drottinn er góður og hann svarar þessu. Hann segir, 1000 dagur hjá Drottni er sem 1 dagur, og 1 dagur
sem 1000 ár. Hann talar inn í þessa pælingar og þegar það gerist, þá líka gerist það eins og stormsveipur. 1000 ár, ekkert að gerast, svo allt í einu bang er að komið. 1 dagur, þá var allt byrjað. Svona er Guð. Og af því að þetta er svona, og við óþolinmóðasta fólk sem hefur fæðst á jörðinni, og það versnar nú en skánar ekki, að þá þurfum við þessa trú. Og ekki bara þessa trú, við þurfum að læra inn á trúna. Hvað er trú? Hún er nokkuð margt, skal ég segja ykkur. Hún er þolinmæði, hún er verk, ákveðin verk, hún er agi sem þú agar þig undir til að þú gerir þessi verk og svo framvegis, það er trú. Þegar þú komið með agan, þá er það engu nema trú. Trúin kallar eftir þessum aga. Því að trúin veit að undir aganum að þá muntu gera það sem Drottinn ætlar þér að gera og þú veist hvað þú átt að gera og þú munt gera það. Eitt er það að lesa orð Guðs eins og ég hef alltaf gert. Og svo biður maður þetta þegar maður þarf, maður er að vera biðjandi í tíma og jótum eins og orðið segir og þetta er svona einhvern veginn bara fylgir manni þetta bænalíf. Vegna þess að maður þráttur allt hefur agað sig undir þetta allt saman. Agalaus maður eða agalaus kona, þetta er bara eins og villsingur. Þú veist, ekkert hefur enga hönd á neinu. Bara stundum og stundum ekki. En Guð vill ekki að verkin séu gerð stundum og stundum ekki. Hann bara vill að þau séu gerð, hafi hann boðið þau. Og hann er með orðið. Það er öll þessi kennsla sem við þurfum. Og eitt af þessu sem að ég hef séð að er svo mikilvægt, það er þessi að ég man alltaf eftir því, það er svo greift í hjarta mitt þegar ég var í Flensborg í Hafnarfirði, 13-14 ára gamall. Þá man ég eftir því að hann Ólafur skólameistari, muna margir eftir honum, hann sagði að það er ekkert frelsi án aga. Ég var 14 ára gutti, sennilega með aga lausari úlingum þess tíma, segi ég. En ég man alltaf því, þetta fannst mér stór merkileg yfirlýsing hjá herra Ólafi, skólameistara. Og þessi yfirlýsing hans, hún gengur með mér, hefur gengið með mér allt lífið. Ég sá í hendi minni að aginn var merkilegur. Og ég get alveg sagt það núna, oft hef ég sagt að þetta var það sem maður þurfti. En var áfram agalaus maður, mjög agalaus maður og gerði bara það sem manni datt í hug og þegar manni datt í hug og mér sýnist að séu nú margir á þeim stað í dag. En svo kom trúin til skjalan og þá fór þetta allt saman að byggjast upp í manni. Maður agaði þessu undir ýmislegt og gerði ýmislegt undir og í aganum. Og ég segi að aginn er eitt það merkilegasta sem að mannkynið hefur aðgang að. Það er þar einmitt í honum sem að við gerum það sem við þurfum að gera. Og við setjum upp síu að því við þurfum að vera með síu. Með öðrum orðum, við setjum upp síu og svo forgangsröðum við verkunum og beitum aganum til þess að þessi forgangsröðun sem við erum sannfærð að sé það sem þurfi, hún virki eins og við höfum lagt upp með hana. Og einhvern veginn þá gengur þetta bara áfram af því að við gerum þetta með þessum hætti og áratugum seinna þá er allt hjá okkur í flottu standi. Ekkert vesinn, engin tvistrungur hér og þar sem gerist í agaleysinu. Agaleysi er bara, þú ert bara með þetta út um allt, þú er ekki hugmyndu hvað neitt er. Þú ert ekki einu sinni með hönd á fjármálunum þínum. Þú veist kannski raunverulega ekkert hvernig þú stendur þar. Svo slæmt getur þetta nú verið hjá fólki. En aginn kemur inn í þetta allt sem hjálpartæki til þess að höndla lífið. Og það er einmitt það sem trúin er að gera.
Hún afl í þér sem hjálpaði þér við að höndla betur lífi, sjá það sem þú þarft að sjá, umgangast það sem þú þarft að umgangast og hafna hinnu. Þetta allt saman í þessum aga. Agi ágætis síja. Ég get alveg lofa þér því, eða ef ég þarf að vera undir aga, þá þarft þú það ekkert minna heldur ég og heldur ekkert meira. Þetta kemur allt vegna þess að þú ert undir afli trúar. Þannig að hún alltaf einhvað sem stendur upp úr þegar allt kemur til alls. Þegar þetta kastani kemur úr lífi fyrir einhvern veginn að svona sveigjast og beigjast og verða þetta og verða hitt, þá þarftu aga. Akkur þarftu þá aga? Til þess að þú þó haldir áfram að gera þessi góðu verk sem að þú hefur ásett þér að gera. Og aginn minnir á sig. Hann hnippir í þig, hann gerir það oft í mig og ég er þakklátur fyrir það. Þannig að maður þarf að byggja þetta svolítið upp í sér sjálfu. Og við höfum allt. Við náttúrulega höfum hvort annað, en ég þarf að gera þetta. Það ekki nú að þú gerir þetta. Þú getur verið uppörun og hvatning og allt saman það, en þú getur líka verið niðurrif. Og ég líka. Þannig að þetta svona allur gangur á því hvernig menn mæta okkur. Jafnir trúa fólk, það ekkert að dæma neitt. Við vitum að þetta svona. Það velkist ekki nokkur maður í vafa þetta. Við erum bara breskleika vafið fólk. Og það líka hægt að uppörfa sig með því að Drottinn veit þetta. Hann hefur hönd á þessu öllu. Og segir við mig, Konráð, vertu bara hjá mér. Og þá allt þetta í fínasta lagi. Og ef ég horfi yfir farið mig, þá sé ég ekkert annað en þetta sé bara í mjög góðu lagi. Og ég hef alltaf reynt að hafa þetta allt saman í góðu lagi hjá mér. Og líka, ég ekki þessi fljótfæri maður. Maður hefur svo sem, gert margt. Sumt hefur klikkað, en ég vissi alltaf hvað ég var að gera. Ég fór í þetta, og vissi að ég gat gert þetta, maður passaði sig alltaf á því að fara aldrei hærra til að mynda með greiðslur annað, en að maður réði við þetta vel. Maður þarf náttúrulega að lifa líka, ég hef alltaf gert mig grein fyrir því. Þannig að mánaðargreiðslurnar voru þá einhvað sem maður átti að ráða við. Það sem klikkaði var úthaldið mitt sem var ekkert mjög mikið. Þar var ég mjög veiklunduð manneskja. En ekki það að maður vissi ekki alveg hvað maður var að fara að gera. Ég átti íbúð til að mynda og hún klúðraðist öll þannig að vegna þess að ég bara gafst upp á þessu. Ég horfði á þessa íbúð og ég spurði til hvers að maður með þetta? Hvað er maður að gera við þetta? Og einhvern veginn þá gafst maður bara upp á því og þetta fór allt í vitleysu, allar skuldir. En það var bara vegna þess að ég tók þessa ákvörðun. Að fara með þetta út í eitthvað kæruleysi bara að því maður gafst upp. Maður var einn af þeim sem bara gafst upp. En það ekki lengur. En þetta kemur allt saman upp aftur og aftur þar sem maður glímdi við það, þetta einhvern veginn bara fylgir manni, það er bara þannig. En það er alltaf annað uppi núna vegna þess að maður komið með þessa baráttu inn í sig sjálfan ég ætla samt að halda áfram. Og hvað erum við að tala um þarna? Hvað annað en trú? Og maður leyfir Guði að peppa sig upp. Gerir hann það? Hann er Guð. Hann er lifandi Guð. Já, hann peppar mann upp. Honum er annt þig. Hann er ekki einhver steingervingur reiður kall sem er með einhvern prik og alltaf með uppi bara tilbúin að láta vaða. Ég svo sem hef aldrei haft þessa mynd af Guði, en sumir kannski hafa hana, ég veit það ekki. Ég svo sem ekkert hvað mynd menn hafa af Guði og fyrir mér í dag og hefur verið lengi og kannski alltaf, hann er bara góður. Öllum sem koma til hans þeim líður vel. Og svo fyrir utan þessa ómælanlegu speki sem hann hefur. Og það get ég alveg sagt að hún heillar mig. Þessi ótrúlega speki og þessi næmni og þessi kærleikur. Og ég segi stundum við sjálfa mig,
þegar maður að mæla kærleikan, það er ekkert sanngjarnt en maður gerir það stundum. Maður veit kærleika drottins, þessi yfirgengilegi kærleikur, ef svo má segja. Svo sé ég minn kærleika og ég sé bara himinn og haf og milli. Jú, vissulega nær maður upp eitthvað sem heitir kærleika. En sá kærleikur, hann náttúrulega sýnir manni það að maður getur þetta. Og það er auðvitað gaman að sjá það að maður geti gert það sem er gott og gerir það svo sem alveg oft. En svo bara sér maður þennan stöðuga kærleika drottins og þú kemur ekki öðruvísi til drottins en að þú mætir þessum svakalega flotta kærleika. En þú mætir þessu ekki alltaf hjá mér. Og ég held að ég geti sagt sama þig. Ég held ég mæti þessu ekki alltaf hjá þér. En stundum mæti ég honum og vonandi mætir þú honum allavega annað veiði í mínu fari. Þannig sem maður er ekkert upptekinn af þessu í sjálfu sér, en ég er bara konni úr Hafnarfirði og hann er bara eins og hann er og ég er ekkert að pæla neitt í því. Ef að mönnum líkar það ekki þá bara goodbye, út í það er farið. Það er ekkert mál fyrir mig. En við skulum bara taka hvort annað eins og við erum. Það er svona í dag, hún líður svona. Æja, við látum hann bara eiga sig, hann jafnar sig á þessu kalli. Þetta er ákveðin afstafa. Þetta jafna menn sig á þessu. Þannig er það alltaf að menn jafna sig alltaf á öllu sem að þeir detta inn í því þú ert að detta bara inn í þetta. Eins og við vorum líka að tala og þá erum við ekkert endilega alltaf neitt uppörvandi hvort við annað. Og ég verð nú bara að viðurkenna það að stundum erum við bara hundleiðileg hvort við annað. Og hvernig tekur hún nú svona? Við erum bara hundleiðileg hvort við annað. Hvernig lögum við það? Með sjálfsaganum. Og hvernig náum við hann? Með því að byggja upp það sem býr til sjálfsagan. Sjálfstraustið og allt saman þetta. Sjálfstraustið, ef það er ekki í lagi, þá er það að rugla í okkur fram og tilbaka endalaust. Og sjálfstraustið sem er nú oft mjög lágt, það er ekki bara ekki við eitt, ég held að þetta eigi við okkur alla á einhverjum tímapunkti og það fer bara eftir því hvernig maðurinn hefur lifað og hvernig hann hefur unnið sína vinnu, hvað hann er fljótur að ná sér upp úr því og það er málið. Og það verði ég að segja að eftir því sem trúin hefur vaxið, þá hefur þetta nú gerst miklu fljótar. Maður ætlar að hrapa niður í einhverja dali, en þó ekki þannig að maður fari niður í dýpstu dali, ég held ég að hún aldrei farið þangað. En samt nógu djúpt þess að maður þarf að klifra upp aftur. Og það hef ég tekið eftir að það gerist bara mjög fljótt. Þannig að þó maður eitthvað svona gerist hjá manni, þá stoppa maður stutt þar. Svo kemur bara Konur Hafnarfirði, bara eins og hann var þegar hann var í besta skapinu sínu, kannski datt niður í smá, kannski einn dag. Það er orðið svoleiðis í dag. Þetta er auðvitað bara sigra. Og hver án og heiðurinn af því, þú auðvitað, þú vilt nú þakka þér það sjálfsagt. En það er ekki þannig. Hann heitir Jesús, sem á allan heiður af því. Ég hef alltaf gefið drottni allan heiður að allri minni velgengni og ég verð að viðurkenna það að hún hefur nú bara verið nokkur. Ég var að horfa yfir farin veg og er að horfa oft yfir farin veg og hvað sé ég? Engar rústir. Við vorum að tala íbúðuna sem ég átti í Kópavoginum, ágætis íbúð alltaf, keypti hana nýja. Ég bara gafst upp á henni. Þetta fór ekki allt í klúður vegna þess að ég risti mér hurðarás öxl. Það var ekkert þannig. Ég bara gafst upp. Og svo náttúrulega eins og hefur nú fylgt mér því miður, bara alltaf, að þá var maður alltaf að skipta vinnu.
og maður var oft atvinnulaus 1-2 mánuði á milli, 2-3 mánuði, en ekki lengur en það, ég held að en það kom alveg fyrir. Þá náttúrulega var maður tekjulaus, minn kæri vinur, og náttúrulega maður lifði, en var komin á þann stað svona undir að síðast, að þannig maður komst aftur í vinnu, að þá var maður ekkert að borga þessar skuldir. Svo náttúrulega þetta söfnuðust þar upp. Þannig kom vítahringurinn. Hann var var að blý og stórum kletti sem ég náttúrulega gat engan veginn velt eða hreyft. Var þetta sem skeiði frekar en það að maður hafi ekki vitað hvað maður var að gera þegar maður gerði planið. Ég gerði þau plön fyrir mig sjálfan sem ég vissi að ég geti ráðið við, og ég man eftir því að það var reyndar löngu seinna að menn voru að taka lán og það var nú svo sem í því líka. En ég passaði mig alltaf á því að vera með mánaðargreiðslurnar ekkert mjög háar. En svo voru menn að keyra sig upp maður og gera þetta á nú skömmum tíma, eyða þetta upp á hálfa ári. Og það þýddi bara það að svona 80% af laununum, þeir voru svipuðum launum og ég, að það fór bara í afborganir. Auðvitað gat það ekkert gengið upp. Men ég var aldrei þarna. Ég reyndi bara að fá sem allra lægstu mánaðargreiðslu til þess að maður væri pottþéttur á því að geta staðið við þegar maður gat það. En svo fór bara svona þolið og þrekið að dvína, og þá náttúrulega hætti maður að vinna tíma og þá fór þetta allt í rugl. Maður var ekki einn af þeim sem hugsaði stórt svo kallað, nú þvælan, hugsa stórt, ég veit ekki einu sinni hvað það er. Við þurfum að sníða stakkettir í vexti og það gerði ég alltaf og geri enn. En það var ekki þetta sem klikkaði hjá mér. Það sem klikkaði var bara úthaldið. Það gafst bara upp. Þetta er svo sem ekki hrósunarefni, en já, hrósunarefni, já, akkur ekki. Er þetta ekki bara lífið? Þetta er bara það sem menn er að gera fram og tilbaka. Hvað er þessi margir sem eru afvelt af skuldum í dag? Maður var í þessu sjálfur, en ekki lengur. Og það var bara einni ástæðu. Drottinn bara hjálpaði mér í gegnum þetta. Já, hann gerði það. Hann beið bara eftir því að ég fengi nóg. Og ég fekk nóg. Það var líka eins með það þegar ég hef oft talað þetta blanka tímabil mitt. Svona eftir á hyggja að þá beið Drottinn alltaf eftir því ég kem bara til sín og segði, já, nú verði ég að fá ykkur á eyra, annars ég bara farin. Og ég meinti þetta þá. Þá komu líka peningar og síðan hef ég haft laun. Og það er svona Guð, sko. Kannski gerir hann misjafnt menn, en hann veit alveg hvernig ég er. Hann vissi það að ég gat verið svona þrjóskur og allt það. Það er svo sem engin kostur fyrir neitt að vera ykkur þrjóskuhundur. En kannski var maður það oftar en maður vildi. Og maður var að streðast í þessu blankur og ómölugur og nákvæmlega maður sagði, þetta gengur ekki lengur. Og þá kom ég fram fyrir Guð og sagði, Drottinn minn, ég skal þjóna þér eins og þú vilt, en ég geri það ekki lengur blankur. Ég man eftir því að það er svona margt sem hneykslar menn, alltaf að hneyksla menn, sko. Ég sagði þetta við einn, hann var svona hneykslaður á því, maður bara stillir, maður bara Guð upp við vegg, sagði hann. Ég var ekkert að stilla neinum upp við vegg, ég var bara að bera fram eðlilegt mál. Ég var að bjóða fram krafta mína, en ég sagði ég gerði það ekki lengur blankur. Það var nú allt og stund sem ég var að segja. Svona eru menn að misskilja alveg fram og tilbaka. En það er allt í lagi, við fyrirgefum þessari manneski það. Þetta fólk hefur aldrei verið á þessum stöðum sem maður er á. Veit ekkert hvað maður er að tala. Drottinn tók mig bara út úr skarkalanum. Það var nú það sem gerðist. Og ég hoppaði hægð mína gleði yfir því að það skyldi hafa gerst. Ég vissi þetta ekkert út í hvað ég var að fara. Hefði ég vitað út í hvað ég var að fara þá ég sjálfsagt ekkert farið þetta.
En Drottinn vissi það. Sama líklega hefði gerst hjá þér ef þú vissir út í hvað þú varst að fara, þú varst að byrja, þá hefur sann aldrei farið þetta. En þetta hefur bæði verið, ja, auðvitað hefur þetta verið fyrst og fremst blessun. En þetta er búið að vera erfitt, oft mjög erfitt. Trúir því? Er hægt að hafa þetta mjög erfitt í Guðsríkinu? Það er bara vel hægt. Bæði vegna þess að ekki eru nú allir alltaf með manni og það er heldur enginn að biðja það í sjálfu sér allir séu með manni og ekki er það heldur alltaf allir sem standa með manni en það er heldur ekki neitt til að biðja það og stundum eru menn ekki einu sinni sanngjarnir, kristnir menn og þannig bara er lífið og það er eiginlega heldur ekki takt að biðja það allir séu sanngjarnir alltaf. Ég er einn af þessum mönnum, stundum er ég sanngjarn og stundum er ég það ekki. Þetta er hins vegar eitthvað sem við þurfum að vita og átt okkur á. Þess vegna þurfum við að byggja okkur upp. Og við erum með alla uppbyggingu sem þarf gegnum orðið. Við notum orðið, en af hverju viljum við ekki nota orðið? Af hverju viljum við ekki bara lesa orðið, læra upp úr orðinu? Af hverju viljum við frekar einhver annar segja okkur það hvernig þetta er best að gera þetta? Og jafnvel þó að ég segði þér mína reynslu af því hvað gagnast mér best, ekki svo að skilja að þú getur ekki farið þessa leið og hún myndi gagnast þér. En það er ekki víst að þessi leið þú gagnast mér best, að hún myndi gagnast þér best af því við erum sitt hvor manneskja. Og hvernig fáum við rétta niðurstöður þar? Við vitum hvernig við eigum að gera vegna þess að orðið, það sýnir okkur hvað er best fyrir mig. Við vorum að tala um það í upphafi að þetta væri vegna þess að við leggjum, Drottinn leggur grunn sem er sérsniðinn fyrir mig. Já, fyrir mig. Svo náttúrulega get ég deilt minni reynslu með þér og geri það þetta oft og þú fyrir mig. En þó þetta hefði reynst mér best, þá er ekki víst að það reynist þér nema best eða kannski best, en það reyndist mér betur. Þá vantar upp á fyrir þig að finna út hvað er best fyrir þig. Og það getur verið þarna einhver smá breyting á þessu besta og það verður þá best fyrir þig en svo litið öðru sem ég geri það. Og það er aðalmálið að það sé að reynast þér gagnlegra heldur en það sem ég kom með vegna þess að þú þróaðir það svo litið fyrir þig sjálfan að þið verður sitt hvor manneskja. Þannig að það er ekkert þess að vera neitt að fara í fílu yfir. Sumir fara náttúrulega alveg í rúllandi fílu ef þú gerir ekki nákvæmlega eins og þeir og þær vilja. Hvernig ætlar að breyta því? Þú getur ekkert breytt því. Þetta er bara eitt af því sem við verðum að lifa með. Þess vegna segi ég það, eigum bara Guð í hendi. Hann vill halda í þína hend. Viltu halda í hans hendi? Hefurðu gengið með honum hönd í hönd? Ég lít svo á að ég hefi gert það á alla mína trúargöngu. Bara hönd í hönd við Guð, Jesú Krist. Og á minni trúargöngu, Drottinn hefur blessað mann mjög mikið. Og ég hef séð menn rasa lappirnar á sjálfum sér og það er enginn að fagna yfir því. En ég hef alltaf lært af því. Ég hef alltaf tekið mig sjálfan inn í þetta og sagt úr því að þessir menn gátu þetta, þá get ég líka gert það. En ég sagði, ég vill það ekki. Það gat ég gert. Það varð ekki. Þetta er að læra af reynslu annara og segja, hún var ekki góð, og segja, þetta vil ég ekki fyrir mig. Og ég spyr þig, og er rangt að taka svona afstöðu? Fyrir mér er þetta mjög rökrétt og mjög gáfuleg ákvörðun. Því við eigum að lifa lífinu þannig að það sé til farsældar ekki bara fyrir alla í kring, heldur fyrst og fremst fyrir þig. Því að þú lifir þínu lífi. Þú gerir þetta á þinn hátt
og af drottni svo boðið. Þannig að við höfum úr ýmsu að moða. Þess vegna þurfum við að læra. Við þurfum að vita hvernig þetta virkar. Og drottni vill kenna okkur allt um það hvernig þetta virkar. Og hann hefur ráð undir hverju rifi í sjálfu sér. Og þú hefur það svo sem oft sjálfur og sjálf. En stundum vantar svo lítið upp á. Og þá færðu þau ráð sem að þú þarft hjá Guði. Ég fæ það bara beint frá honum. Ekki svo mikið frá systkinum mínum. Já, ég held bara, það hefur ekki verið svo mikið um það, en maður er alltaf geta leyst allt sjálfur. Sjálfur, ég fengi ráð frá Guði. Ég segi nú ekki að ég sé tölvukall. Ég vinn mikið við tölvur og þekki orðið ágætlega á tölvur. En alltaf er maður strandi í þessum tölvum, lengi vel, þá vissi ég samt að ég myndi lesa, ég vissi að drottinn kæmi með lausnina í þessum aðgerðum. Og það gerðist alltaf. Og þannig að það sem maður hefur maður lært í gegnum aðstoð lifandi Guðs og við stakkurju. Það er ekkert einkennilegt til þetta. Hann setti tölvuna til mín. Hvað þú segir um þetta? Ég er bara maðurinn, trúaði maðurinn, sem vinn á tölvu og setja á netið. Það er vettvangur sem hann setti mig á. Ég er búinn að sinna þessu í yfir 20 ár. Og þú trúir því auðvitað ekki frekar en einu öðru sem ég er að segja að þetta hef ég gert á hverjum einasta degi. Já, nánast á hverjum einasta degi. Maður á aldrei frí. Það er líka bara þannig, maður á aldrei frí. Og ég er svo sem ekkert að biðja um neitt frí. Og ef maður hefur farið í svo kallar frí, þá hefur maður samt verið alveg á full allan tíman. Þannig hefur þetta nú verið og ég kann best við mig þannig. Að gera allt á milli himins og jarðar og ég hef alltaf verið þannig. Þannig að vorum að tala um heilsugóðan mann. Ég hef búinn að vera rosalega heilsugóður. Og þegar maður er þessi rosalega góði heilsumaður, þá líka hefur maður alltaf geta gert allt þetta sem maður vill gera. Er það ekki bara forréttindi? Ég tel svo að vera. Ég þekki menn og þekkti menn, þeir eru nú farnir margir af þeim, blessaði kallandinn, sem voru lastnir meira og minna allt of lengi. Voru ekkit gamlir menn þegar heilsan fór. En ég bjó ekki við þetta. Og enn í dag er ég bara mjög frískur og fallegur eins og þú sér. Og ég get gert allt sem ég hef alltaf gert. Ef maður stekkur ekki jafnfætis upp á lestarlúi sem maður gerði þegar maður var í fraktinni. Þá tók maður bara, setti ramminn á lestarlúinu og svo bara stökk maður í einu rykk upp á lestarlúinu sem var kannski svona 1,5 metr. Það gerir ekkert svoleiðis í dag en þetta lék maður sér að gera bara oft á dag. Og svo hljóp maður upp í mastur bara eins og api og þurfti eitthvað að gera þar. Þá var maður á þessum aldri. Að enga fyrirstöðu voru þannig síðan, maður gerir ekkert svona í dag en samt gerir maður alveg helling. Þó var líka með stirni og verði svona kannski svolítið leiðilegur stundum, en þá var heilsan góð. Þannig að þú getur gert allt og þú getur líka þakka fyrir þetta ef heilsan er góð. Einhver veikindum tíma þau fóru og nú er heilsan orðin bara eins og hún er alltaf verið. Og hverjum þökkum við þetta? Hann heiti Jesús. Allt sem við gerum miðast alltaf við það að nafni Jesús komist upp fyrir öll önnur nöfn. Þá erum við á réttum stað með okkur sjálfan og þetta, svo tökum aðeins agan aftur, hefur aginn komið til leiðar í gegnum trúna með árunum. Og í aganum temstu við margt gott, en ef þú vilt engan aga, þá temstu ekki við
neitt sérstakt, þú ert bara út um allt. Svo bara vælir yfir því að það er allt í steik. Og hefur sjálfsagt oft gert það. En þetta þarf ekkert að vera þannig. Þú getur verið með þín mál alveg í 100% lagi, bara eins og margir gera. En þú verður þó að gera það. Þú verður að stefna að því, stuðla að því. Það kemur ekkert hlaupandi til í að hér er allt gott og flott og fín og allt klárt fyrir þig, bara farðu eftir þessu. Svo fyrir utan það, að þá þýddi ekkert að koma með svona plagg. Ef þú hefur ekki tekið háttaskipti hugarfarsins varðandi þetta, þá finnst þér plani, vá, þetta er svaka flott maður. En þú ferð ekkert eftir þessu, vegna þess að það er allt í óreiðu innra með þér. Því þar hefur aldrei verið fengist við neitt sem að til gangs má vera. Akkur er það, spyrjum á móti, akkur gera menn ekki það sem er rétt? Hver getur svarað þessu? Það er ekki tækt að svara þessu. Þannig að við þurfum að vera á varðbergi fyrir okkur sjálfum. Og Drottinn er þetta varðberg mitt. Hver heldur þú að hafi staðið vörð mitt líf annar en hann? Komið svo til leiðar að ýmislegt hefur fælst fram, gott og göfugt. Og ég horfði tilbaka og það er engin hraunaslóð, heldur bara fagri vellir í raun og veru. Að því ég þjóna Guði. Að því ég verið heill í minni trú. Hvað sem þið finnstu það og hvað sem þú segir mig sem manneskju, ég veit að þið líka vel við mig allt saman það, en þú hefur séð það að þessi einstaklingur er fráleitt fullkomin manneskja. Og hvað áfellisdómur er það? Við erum öll þarna. Og Drottinn tók við mér, ekki sem fullkomnum manneskju, ekki þér heldur. Það sem hann hefur fram yfir mig, að hann elskar stanslaust. Hann er fullkominn, þess vegna er ráðinn hans góð, og hann er með fullkomið orð, þess vegna þið geti farið eftir orði Guðs að öllu leyti. Ég þarf að nota það sem ég þarf í það. Eitt af þessu er agi, trúin er til staðar. En þú þarft að ávinna þér agan og svo margt annað sem stöðlar að því að þessi trú verði í verki þar sem hún á að vera. Það er vinna hins kristna manns. Og það er eitt af því sem svona kennsla á að gera. Kennslan á alltaf að miða við það að líf þitt taki í svo litlum háttaskiptum í hvert skipti sem að þú heyrir ræðu. Og þess vegna segi ég það, og þú veist það jafnvel og ég og hefur svo sem oft gert það, við leyfum Guði að vera Guði í okkar lífi. Þá erum við komin í nokkuð góð mál. En ég sé að þú ert að verða alveg skelfilega voru að geispa. Þannig að við bara segjum þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur góðu verki Drottins áfram.